Ég ætla að segja ykkur söguna litlu stúlkunni með eldspýturnar. Einu sinni var lítil stúlka sem var með eldspýtur á gamlárskvöldum og voru að reyna að selja það fyrir mat, til þess að eiga fyrir mat. Og göturnar voru auðar af því það var gamlárskvöld. Og hún lá í skafli við Brunahann og fyrir aftan henni var hús. Og hún kíkti þar inn og hún sá bara að það var bara svo mikið af gleði og söng. Og síðan hún var ekki búin að selja einn eldspýtustokk á öllum deginum. Þannig að henni var svo kalt á höndunum á henni að hún kveikti á þarna eldspýtunni. Og þá sá hún, þá var eldurinn kominn, þá sá hún ofn. Hún ætlaði að hlýja sér en þá slökknaði á eldspýtunni. Og þá kveikti hún á annarri og þá sá hún glerveggi og hún var inni og hún teygði sig fram, það var borð með fullt af kræsingjum. Og hún teygði sig fram og þá slökknaði á eldspýtunni. Og þá hugsaði hún með sér, hvað kemur næst ef ég kveiki á annarri eldspýtu? Þá kveikti hún á annarri og þá kom jólatré. Hún var alveg, vá, þetta er fallegra heldur en allar annar sýnin sem hún sá. Og hún lyfti eldspýtunni aðeins hærra og þá til þess að sjá að hvort það væri, hún ætlaði að sjá nefnilega ristar í stjörnuna ofan á. Og þetta jólatré var nefnilega þakið 100 kerta og skreytingum og síðan brenndi hún sig á eldinum. Þá slökknaði náttúrulega á eldspýtunni. Og þá var hún aftur komin annað út og þá kveikti hún á annarri. Þá var amma hennar og þá sá hún, amma ekki fara. Þá kveikti hún á 15-16 eldspýtum bara, hver eftir annarri. Og þá amma hennar fór ekkert og hún sagði þá, amma, taktu mig með þér. Og hún gerði það og þá daginn hinum megin þá var lítil stúlka liggjandi dáin með eldspýtur í kringum sig og útbrunnar eldspýtur í kringum sig og þegar fólki kom þá sáu það var lítið bros á litlu stúlkunni, þannig að þau vissu að hún var langt í burtu þar sem er hungur, kvöl og kuldi. Endir.